Byrjuð. Góðan daginn. Í dag er haldinn 55. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Hann er haldinn í fundarsal sveitarstjórnar og fyrir fundinum í dag liggja 24 mál. Í dag er 12. febrúar og klukkan er 7:01 og ég ætla að setja í fund. Við ætlum að byrja á máli númer 1. Fjarðarheiðargöng. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar dagsett 7. febrúar 2025 varðandi Fjarðarheiðargöng. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Seyðisfjarðar og fagnar því að ríkisstjórnin ætlar að rjúfa kyrrstöðu í jarðgangagerð líkt og segir í nýjum stjórnarsáttmála. Sveitarstjórn skorar á ríkisstjórn Íslands að sýna viljan í verki og veita vegagerðinni heimild til að hefja útboðsferil svo að framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng geti hafist. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir ósk eftir fundi með fjármála- og efnahagsráðherra og forsætisráðherra í tengslum við gerð fjármálaáætlunar. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að þingmenn verði upplýstir forsendur, ákvarðanaferli og stöðu Fjarðarheiðarganga. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ef einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki, Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnar fulltrúi, gjörðu svo vel. Nú koma aðeins upp undir þessu lið og við vitum það eins og með þennan lið þá þurfum við að halda þessum málefni gangandi og eins og það kemur fram í bókuninni, tillögu á bókun og það áttu við góðan fund fyrir sunnan sem var gríðarlega mikilvægur. Múlaþing hafði beðið fund með samgönguráðherra og við fengum hann og þá fórum við saman Björn Ingimarsson, fráfarandi sveitarstjóri og Jónína Brynjarsdóttir, forseti. Og ásamt mér og Dagmar sem er núverandi sveitarstjóri og þar fórum við auðvitað fram og auðvitað vorum þar framkvæmdastjóri SSA, Austurbrúar og formaður og við fórum bara vel yfir öll gögn. Við erum með mjög vönduð gögn og með aðdraganda og ákvarðanirnar hvar við erum stödd í dag og hvatningu að auðvitað að rjúfa þessa kyrrstöðu eins og ríkisstjórn hefur komið inn á að hún ætla að gera það. Þannig að við fórum bara vel yfir þessi mál og einmitt eins og kemur líka fram að varandi nýja þingmenn, bara núverandi þingmenn kjördæmisins að eiga samtal við þá og koma þeim vel inn í þessi málefni sem og önnur. Þannig að eiga gott samtal við þá. Þannig að þetta var bara mjög góður fundur og mér líst vel á þessi næstu skref undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir og lokið máli sinu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Þrösti Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti og það eru góðir fundargestir. Þetta er í þriðja skipti og stuttum tíma sem Fjarðarheiðargöng koma inn á dagskrá sveitarstjórnar og menn svo sem búin að vera stórorðir það og ég held að ég hef verið býsna stórorður í öll 2 skiptin á undan. Fyrra skipti fór ég nú yfir það að ég bara teldi það einfallega að ríkisvaldið væri búin að missa áhuga á landsbyggðinni og fjármunir rötuðu bara eitthvað annað en þeir ætti að gera. Skattekinn og ég ætla ekki að fara neitt dýpra ofan í það og síðast þá kom ég hér með svo sem ég kallaði rassvassabókhald sem að sýndi fram á það svona gróft séð að Austurland ætti bara vel duglega inni fyrir þessum göngum. Það sem að ég velt svolítið fyrir mig síðan er það ég er búin að sitja núna í 5 ár bráðum í sveitarstjórn og þegar ég byrjaði þá var verið að ljúka þessum stóru ákvarðandögum hvar munnin ætti að vera þessum göngum og svo framvegis héraðsmegin. Síðan hefur nákvæmlega ekki gerst annað en það að göngin eru full hönnuð. Og það er búið að japla hér í fyrrverandi innviðaráðherra og nú er komið nýr og það verður svo eitthvað japlað í honum. En það hefur eiginlega aldrei bara komið hreint frá stjórnvöldum hvað er að. Af hverju er ekki bara farið í þetta? Er það þau eru dýr? Er það vegna þess að efnahagsástandið þolir það ekki, vegna þensluáhrifa? Er það vegna þess að fámennið eru of mikið, þetta sé á dýrt per haus? Er það vegna þess að menn skilji ekki atvinnuuppbyggingun og annað sem kemur í kjölfarið af þessu?
eða það sem margir tala deilur hér, tala það að logi allt hér á Austurlandi á milli tveggja sveitarfélaga næstu göng. Bara, við þurfum að fá það bara frá stjórnvöldum, hvaða nákvæmlega sem að stoppar það að fara í þessa framkvæmd og bara í mestu vinsemd, þannig að við getum þá brugðist rétt við. Það eitthvað sem við þurfum hreinlega að gera, endurskoða eða skoða hjá okkur til þess að af þessu verði. Og ég benti hérna á síðast að það útbreiddur misskilningur með þessu göng, að þetta sé með fullri virðingu fyrir Seyðfirðingum og mikilli virðingu fyrir Seyðfirðingum, að þetta væri til þess að 700 Seyðfirðinga kemist í bónus. Það bara nákvæmlega alls ekki rétt, Þetta mikill innviða spursmál fyrir sveitarfélagið með tillit til framtíðar atvinnuuppbyggingar og ég ætla nú ekki aftur að fara í þessa skotgrafi með suður og norðurleið, ég er búinn að taka það. En það þá útbreiddur misskilningur sem við þurfum að bæta úr. Ef að það þar sem hnífurinn stendur í kúnni hjá stjórnvöldum. Ef það eitthvað annað, þá þurfum við bara að taka því. En það eiginlega bara krafa okkar, hlýtur að krafa okkar, hún er mjög kurteis og krafa, það ekki læti henni. Hvað að? Af hverju ekki? Bara hrein og skýr svör við því ef þetta ekki að fara að gerast, að bara fá það og þá getum við brugðist rétt við. Þannig að ég vildi koma því til ykkar oddvitana í meirihlutanum að bara spurja þessar spurningar bara mjög hreinskilið, vegna þess að tíminn orðin 5 ár. Takk fyrir. Jónsson hefur lokið máls og ég ætla að biðja varaforstöðum að taka við sem forseti hyggst taka til máls. Jóna Brynjarsdóttir er beðin orðið, ekki svo vel. Takk fyrir. Já, það er rétt eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson segir að þá erum við búin að taka þetta fyrir býsna hratt og mikið upp á síðkastið en það er kannski alveg ástæða til þess. Ég skrifaði grein á dögunum sem hefur fengið góð viðbrögð og ég vil benda á að því að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa kom inn á það hvað okkar hefur farið á milli með innviðaráðherra eða sveitarstjórn og samgönguráðherra eins og hann heitir núna, að það eru þetta þannig að Fjarðarheiðargöng eru fyrsti hlutin í hringtengingu Austurlands og það sem að hefur kannski gerst er það að sökum þess að það er ekki búið að hefja framkvæmdir við þau göng sem fyrst eru, sem eru Fjarðarheiðargöng, þá hefur myndast ákveðin kergja hérna innan kannski landshlutans, en sem er samt í minni hóp heldur en fólk kannski talar Það er algjör eining meðan sveitarstjórnarfólks og það er algjör eining í svæðisskipulagi Austurlands að því við vitum að hringtenging Austurlands er það sem skiptir máli. Fjarðarheiðargöng ein og sér, þau kom okkur ekki þangað sem við þurfum að komast. Og við áttum bara fínasta fund með ráðherra og bentum honum á það að bæði möguleikar á sameiningu sveitarfélaga á Austurlandi væri ekki til umræðu fyrir en þessi göng væru bara sýnilega að verða tilbúin. Ráðherra lýsti við furðu sinni á því að Fjarðarheiðargöng skyldi hafa verið klippt frá hinum 2 göngunum í því frumvarpi sem lagt var fram sem samgönguáætlun sem var ekki samþykkt. Þannig að ég ætla bara að minna á það að í núverandi samgönguáætlun, gildandi samgönguáætlun, af því hún gildir ennþá, þá er hringtengingin inni. Og bókun samgöngunefndar frá samþykkt þeirra samgönguáætla sem er í gildi var á þá leið að hefja skyldi rannsóknir við næstu göng þegar að farið er að staði Fjarðarheiðargöng. Þannig að ég held að við megum bara ekki gleyma því að því að baráttan hefur farið svo rosalega mikið í Fjarðarheiðargöng. Þetta snýst hringtenginguna fyrst og fremst. Og að ef að þessi ríkisstjórn sem er búin að japla talsvert á því og þá sérstaklega fulltrúar Samfylkingarinnar hafa talað víðsvegar það að það eigi að rjúfa þessa kyrrstöðu, þá eru bara engin önnur göng tilbúin. Þannig að við hefum líka bara standa fast í fæturna núna og vera bara spennt. Það er bara að koma að þessu og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur spyr hvar er vandamálið? Vandamálið er að þeir hafa verið með svo litla fjármuni, ekki það ég ætla algjörlega að gefa mig hvað vandamálið sé, en það þarf bara fjármuni, það þarf að ákveða að veita fjármunum í þetta. Og það var farið í það að komið þá tillögu að jarðgöngu eru þau sér fjármögnuð. Ef að núverandi ríkisstjórn ætlar ekki að fylgja því, þá þurfum við náttúrulega bara ekki að hafa neina áhyggjur, þá er bara hægt að byrja. Það er bara hægt að bjóða verkið út, það tekur 1,5 til 1 ár. En ég bara vonast að bara þjóðinni beri lukka til þess að drífa af stað þessi jarðgöng af því það er fjöldi annarra jarðganga á öllu landinu sem býður. Og þrýstingurinn eykst með hverju árinu. Það er bara svoleiðis.
En ég held að við erum svo sem búin að margraða þetta, með langaði bara að koma að sett. Takk fyrir. Já, Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja kveða sér hlás. Svo ekki, það fel ég forseta aftur stjórnfundarins. Fleiri á mælendaskrá. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég eiginlega finnst ég bara þessi blessu göng eru orðin svo mikið sko hjartansmála að mér finnst ég eiginlega skilt að koma þetta upp aftur en það var ágætt hjá forseta yfirverð með þessa hringtengingu og það er kannski ekki síst sko vegna hins þáttarins í hringtengingunni að við þurfum ekki að ræða það hvort að það eigi að þú veist að fara í Fjarðarheiðargöng fyrst eða einhvern annan hluta þessari hringtengingu vegna þess að sko og nú kannski kasta ég hérna fram svolítið sprengju en það er bara sprengjur ef það má ekki ræða hlutina sko þá er eitthvað að og það hafa verið upp hugmyndir það og við höfum meðal annars komið með inn í sem sagt M-listin hefur komið með tillögu inn í umhverfis- og framkvæmdaráð það er sett upp veðurstöð innst inn í Eyvindarárdal til þess að fylgjast með veðurlagi við sem sagt Tungudal og Slenjudal til þess að þekkja þar aðstæður og það er ekki síst til þess að athuga þennan þriðja kost sem er að því þegar maður hugsar það og skoðar þetta betur er gríðarlega áhugaverður það er það að fara ekki með göng frá Norðfirði til Mjóafjarðar til Seyðisfjarðar heldur frá Eskifirði undir Eskifjarðarheiðin og Hræfarskörð inn í Eyvindarárdal þannig að munnarnir að þessum göngum Seyðisfjarðargöngum, Fjarðarheiðargöngum og Eskifjarðargöngum eru þau þarna stutt frá hvor öðrum þetta hafa mann ekki skoðað og mér finnst allt í lagi að skoða þennan kost vegna þess að eins og einhver sagði og ég svo sem get alveg vissulega tekið undir það hvað eiga Norðfirðingar að gera á Seyðisfjörð og öfugt. Jú, það er sjúkrahús á Norðfirði og ég skil það allt saman en sko miðjan er hér hvort sem líkar það betur öðver og af hverju eiga menn að fara þennan krók í gegnum Seyðisfjörð af hverju tengja mann ekki allt saman inn að miðjunni. Það er svona skipulagslega séð er svona bara hundalógík sem segir manni það sé skynsamlega. Þannig að ég vildi bara benda á þetta en niðurstaðan er svo sama, hvort sem kallar þetta hringtengingu eða einhver annað, það er að tengja þetta öfluga svæði hérna saman til þess að hér getur orðið alvöru uppbygging hinum einu landinu svo þetta land sporðreisist ekki á vesturkantinum í fólksfjölda og hérna fólksfjölda og uppbyggingu þar, hvergi annar staðar. Og nota bene, ég sá einhverja tölur það núna nýlega að sko fjöldi opinbera, svo ég fara aðeins út fyrir þetta en samt það er hluti af þessu, fjöldi opinbera starfa á Íslandi er nánast hvergi hærri en á Íslandi, í Evrópu. Og Bandaríkjunum tekið með líka, það var náttúrulega ennþá hærra. En hér hefur verið svo viðleitni að byggja upp sterkt atvinnulíf, þar sé ekki opinbera starfsemi og kannski sérstaklega í okkar nágranna sveitafélagi Fjarðabyggð en við fóðurum það, nota bene með stærstu vatnsaflsvirkjun í Evrópu. Þannig að þetta er svona þjóðhags spursmál gríðalegt og hvert menn ætla menn bara auka hér, fjölga hér opinberu störfum alveg endalaust og menn eiga bara að lifa einhvern veginn á opinberu eitthvað eða ætla menn að byggja upp samkeppnishæft samfélag hérna til framtíðar. Tækifæri til þess er það sem að hjarta slær í atvinnulífinu. Það er hérna á Austurlandi. Þannig að bara ég ætla hér með að eggja menn til að halda þessu bara front fram. Svo opinberu þjónustan er að megnum til fyrir sunnan og þar er bara kultúrin opinberu störf. Þannig að ég held að þetta er hitt besta mál fyrir þjóðina og mikið bara ætti að vera mikið kappsmál að fara að opna þessi göt hérna gegnum fjöllin, hver sem þau verða. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel.
forseti aðrir fundarmenn. Já, ég ætla að taka undir með Jóninu að það gríðarlega mikilvægt að við tölum alltaf þetta sem held, þessi þrenngöng sem ræðir og vonandi verður því afstýrt í endurskoðaðri áætlun að þetta verði klippt í sundur. Þröstur sagði hérna að landi væri að sporðsast, hætt á því. Ég held að sé löngu orðið sporðreist og vatnshallinn suður og fjármagnið rennur þangað og það kemst ekki upp á móti tilbaka. Það er sko, við erum orðið svo fá, sko, við getum ekki flutt Seyðisfjörð nær höfuðborgarsvæðinu. Þetta væri löngu búið ef að Seyðisfjörður væri nær höfuðborgarsvæðinu. Sko. En þetta er bara utan radíus. Radíusinn sko, já, ef við bara tölum hreina íslensku, sko, þá er það bara þannig að við erum bara, já, sko, valdið sér ekki þetta örsvæði sem við erum. 11.000 manns, næstu 700 kílómetra frá hérna höfuðborginni og borgarsamfélagið sem við lifum í það bara sér þetta ekki til miður. En það táknar ekki það að við höfum að hætta að berjastur í göngum. Við þurfum þau og samfélagið þarf það, Ísland þarf það. Við þurfum bara að standa saman um það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Finnur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Já, Guðrún Ásta Tryggvadóttir gerði svo vel. Já, sæl. Mér er alltaf pínu svona feimin við ykkur, fæ smá svona sviðskrekk, en ég ætla samt að tala. Ég nefnilega bara alin upp í 105 Reykjavík og hérna það er alveg, ég veit að það sem þið að segja hárrétt og Reykvíkingar og fólk á höfuðborgarsvæðinu, Suðvesturhorninu, það hefur mjög litla tengingu hingað austur og það er mjög ítrekk og ég tók eftir þegar ég flutti austur, það er mjög mikið oft talað í fjölmiðlum eins og þessi hluti landsins sé ekki hluti af landinu, skiljið. Og ég bara vil taka undir og mér langar bara að þakka ykkur öllum fyrir að beita ykkur á þennan hátt. Mér finnst þið standa ykkur mjög vel og bara hvet okkur brýnum. Þetta er þverpólitískt mál, okkar allra. Þessi að tengja allt Austurland. Það er okkur öllum fyrir bestu. Sem Íslendingur sé ég bara mestu vaxta tækifærin hér. Ég ætla að spá því að eftir kannski svona 100 ár þá verði gríðarstórt blómlegt samfélag hér. Og við erum að vaxa og hérna, það hvernig við beitum okkur núna er að fara að undirbyggja glæsta framtíð Austurlands. Bara langar að segja þetta. Takk. Guðrún Ásta Tryggvadóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu. Berglind Harpa Svavarsdóttir gerði svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Hérna, ég tek undir, þetta er búið að vera góð umræða og þetta er í rauninni eitthvað sem við þurfum alltaf að vera að nuddast í og manni finnst stundum eins og rispurplata, en það er akkurat málið að þetta er með ólíkindum hvað við þurfum að endurtaka okkur og búa til alltaf svona aðra aðferðafræði við að vera öflugri, af því að í grunninn er það þannig að við erum 2,9% landsmanna og það er í rauninni okkar veikleiki út af því að það virðist allt gang út af það varðandi upp svona, já, með fjármagn út á landsbyggðina að það tengist alltaf í rauninni íbúafjölda, alveg svo og þingmannafjöldi hérna tengist einnig. Þar erum við einmitt að missa þingmann í næstu kosningum hér og þá er það bara áhyggjuefni hvernig við eigum að stíga upp og sýna hversu mikilvægt þetta svæði er, einmitt tækifæri niður til uppbyggingar og hvað við erum öflug og mikilvæg fyrir, já, bara ríkissjóð. Og það erum við búin að vera að gera. Við erum að vinna þetta í gegnum samband sveitarfélaga á Austurlandi. Þar erum við búin að vera að vinna öflug gögn
við vinnum hér í ákveðnum leik og við eigum að fara eftir ákveðnum leik og hafa samband við ráðherra eða þingmenn og svona, svo bara sér maður einhvern veginn að bara eins og leikurinn virki ekki og það fer bara í taugarnar á manni. En það sem við erum allavega búin að gera til þess að bæta afl okkar, það auðvitað þetta svæðisskipulag sem við erum búin að vinna til þess að vera samstíga í allri alhliða uppbyggingu, ekki bara varðandi uppbyggingu samgönguinnviða, heldur öll önnur uppbygging og stefna sem við viljum taka hér sem fjórðungur. Og varðandi uppbyggingu samgönguinnviða, þá það gríðarlega mikilvægt tengt öflugu atvinnulífi og verðmætasköpun. Og það bara þannig að fyrir 12 árum síðan þá var bara nánast helmingi meira prósentu af fjármagni, prósent af vergri landsframleiðslu sem sett í uppbyggingu samgönguinnviða. Það alltaf þannig að þegar það niðurskurður, þá alltaf hægt virðist alltaf vera hægt að taka af þessum lið, að láta það taka af uppbyggingu í samgöngum. Og það það sem við erum búin að sjá. Náttúrulega vopnin okkar náttúrulega þetta svæðisskipulag og það náttúrulega líka greining og efnahagsumsvifum sem Analytica gerði fyrir okkur og það bara eitthvað sem verður að líta til. Við erum náttúrulega bara höfum verið að eiga við verðbólgu og sem greinilega bara á niðurleið og við erum ægilega ánægð með það náttúrulega tengist öllu, hvort sem verður fjárfest í uppbyggingu samgönguinnviðum með húsnæði og hvað sem það En varðandi við erum bara endalaust að benda á það að við erum 2,9%, við erum sköfum hér fjórðung vöru útflutningstekna og við eigum ekkert að þreytast á að segja það og það enn frekari tækifæri til þess ef það verður farið í uppbyggingu samgönguinnviða og við sjáum það bara á þessum þungaflutningum og svo atvinnulífi sem við byggjum á þessum tölum að það eru þungaflutningar en það bara að hrunum komið, það ekki hægt að stunda þungaflutninga í Austurlandi og ég skil ekki hvað þarf til þess að ráðamenn átti sig á þessu og það bara alveg svo með hverja fjölskyldu, það þarf að vera ákveðið tekjuinnflæði, það gríðarlegt tekjuflæði frá okkur og til þess að halda því við, þá þarf uppbyggingu samgönguinnviða. Hér áður, það áttuðu ráðamenn sig á þessu, það bara eins og sé bara búið að gleymast. Og með þeirri fjárfestingu þá tækifæri til enn frekari verðmætasköpunar og aukins atvinnulífs og aukina fjármuna frá þessum fjórðungi og það hefur líka verið komið inn á þessi gríðarlegu tækifæri nálað við Evrópu, engar jarðhræringar beinan útflutning í afurðum á svæðinu, uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar, þar eigum að vera í algjörum forgangi, þar flugstefnan frá 2019 en það komið 2025 og þú veist og það allt í svo miklum hægagangi, það verður að fara að horfa til svæðana, verðmætasköpunar, öflugs atvinnulífs og þeirra tækifæra sem að svæðin hafa. Þannig að það bara það sem sagt vildi ég hafa hér. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið málsins, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki þá tekið til afgreiðslu þá tillögu sem ég las upp áðan, þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 2, Reykjavíkurflugvöllur. Sveitarstjórn Múlaþings minnir á, Reykjavíkurflugvöllur. Það engin inngangur hér, ég ætlaði bara að lesa þá tillögu sem liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings minnir á að óheft aðgengi að flugvöllunum í Reykjavík lífsnauðsynlegt fyrir sjúkraflug líkt og miðstöð sjúkraflugs á Íslandi hefur bent á og óásættanlegt að öryggi og aðgengi landsbyggðarinnar að innanlandsflugvöllunum í Reykjavík sé stefnt í voða vegna tregðu Reykjavíkurborgar við að fækka trjám til að tryggja aðflug. Sveitarstjórn Múlaþings telur Reykjavíkurborg hafa brugðist í þessu máli og leið og því fagnað að byrja sig að fella trén sem skyggja á aðflugið, þá skorað á Samgöngustofu að fullnýta allar lagaheimildir til að tryggja opnun á flugbrautinni. Sveitarstjórn gerir þá kröfu á ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála og ríkisstjórn Íslands að ganga tafarlaust í málið. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum leið ef einhver vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Já, ég vil koma fram undir þessum lið. Við höfum sveitarfélaginu á Austurlandi, við höfum verið öflug og við erum búin að bóka þetta mál auðvitað. SSA nýverið bókaði það líka og tók undir í rauninni bókanir sveitarfélaga og einnig bókun frá miðstöð sjúkraflugs hér á Íslandi. Við erum náttúrulega og síðan þá náttúrulega sjáum við það að það lokaði brautin og maður sér að þetta
þetta er eiginlega með ólíkindu, þrátt fyrir að sé núna og maður fagnar því að það sé byrja að fella tré, þá er bara hálf hallarslegt að horfa upp á þetta. Einhver 50 tré og í rauninni til þess að það eru 2 staðlar, aðferðlega staðlar og í staðlinu sem gengur ekki eins langt, þá er það 1400 tré sem þarf að fella. Svo horfum maður upp á það að verða að handvelja ykkur 50 hæstu tré sem verða að fella. Þú veist, ég alveg fagnaði þessu byrjuð, en það vantar dálítið upplýsingarnar, hvenær á að vera búið að fella 1400 tré, eða hversu mörg tré þarf að fella til þess að verði opnuð brautin, hvenær verði brautin opnuð. Þannig að við þurfum alveg þráttur þessu byrjuð, þá er það alveg gríðarlega mikilvægt að leggja fram þessa bókun, tillögu bókun sem að forseti fór fram með hérna áðan og nuddast í þessu máli sem og öðrum. Það eru mörgunum mál sem við erum endalaust að berjast við og þetta er gríðarlega mikilvægt. En við sjáum það bara, svona ef maður lætur aðeins hugan reika, að mann finnst það bara með ólíkindum að pólitík sé inn í því og stýri því hvort að flugbrautin sé opin eða ekki, eins og við tölum bara sjúkraflug. Þannig að og svo kemur bara fram ákveðin tregða hjá ákveðnum aðilum, draga lappirnar og það verður lokun. Þannig að mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt að því að við íbúar hérna á landsbyggðinni, við náttúrulega bara treystum á þetta öryggi og þrátt fyrir að við séum með eitthvað uppbyggingu og heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, þá er það bara á suðvesturhorninu sem sérhæfð bráða þjónusta er staðsett. Þessi sérhæfðu læknar sem bara bjarga okkur. Og þegar er verið að tala um það, bara koma þess inn á það þegar verið að segja að við getum alveg lent í Keflavík og miðstöð sjúkraflugs ef við hefum sagt það og það bætist við að lágmarki klukkutími. En þá vil ég líka bara benda á það að hvað sem við búum á landsbyggðinni að við verðum veik, svo bara gera sér grein fyrir því, ok, maður er veikur og maður þarf að sækja heilbrigðisþjónustu. Er vetur eða sumar, svo keyrir maður að heilbrigðisþjónustunu, hvar sem hún er og svo eru tækið eða tól, ok, svo búið að greina og heyrðu þá þarf að kalla á sjúkraflug. Ok, við erum með sjúkraflugvél, svo var það þannig fyrst eftir nýju samninga að það var bara 3 daga í viku sem var önnur vél, sem betur fyrir held ég að sé búið að laga það og þessu alltaf 2 vélar, en það getur verið bið, ég menna það eru upp undir 1000 sjúkraflug ári. Það er biðin eftir sjúkraflugi, svo förum við með vélinni og það er einmitt þessi flugtími suður og hvert er ástandið orðið og svo fara að bæta með 1 klukkutíma. Þetta er bara algjörlega óboðlegt að skipulagssvið Reykjavíkurborgar hafi líf og heilsu landsbyggðarinnar í höndum sér. Við borgum öll jafn há skatta og það er bara alveg gríðarlega mikið að gerast til þess að lögum samkvæmt staði við þá heilbrigðisþjónustu sem við eigum rétt á lögum samkvæmt. Og ég vil í lokin hvetja alþingismenn til þess að í eitt skiptið fyrir öll að koma í rauninni þessu verklagi, skipulagsmálum í kringu Reykjavíkurflugvöll í lag, þannig að það verði ekki í höndum pólitískra aðila á skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Þetta er bara stærra mál en það. Maður hefur heyrt ráðherra að tala um það, að þetta er í rauninni eitthvað sem snertir almannaheill fólks og það er bara þannig og þá þarf bara, alþingið eitthvað réttara að passa upp á þá lokist ekki brautin. En leið og ég er ánægð bara með þessa bókun þá vil ég bara fá að vita hversu mörg tré á að fella og eru það 1400 og hvenær opna brautin. Við nennum ekki bara að bíða, 1 viku, 2 vikur. Ég vil bara vita hvert við stefnum og hver er tímaraminn. En bara takk fyrir, ég styð þessa bókun. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir loki málsins og fleiri sem vilja taka til málsins til þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 3. Gjaldskrár 2025. Fyrir liggur tillaga gjaldskrám bókasafna Múlaþings fyrir árið 2025 sem byggðar að vísa til sveitarstjórna til staðfestingar. Hækkunin er 2,5% fyrir árinu 2024. Eftirfærandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir fyrirliggjandi gjaldskrá bókasafna Múlaþings fyrir árið 2025. Ég ætla að opna mælendaskrána til þessum lið ef einhver vilji taka til máls. Svo er ekki, þá tek ég hana til afgreiðslu. Þeir sem samþykja þetta réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 4. Eigendastefna Hef Veitna EHF. Fyrir liggur tillaga að eigendastefnu Hef Veitna EHF sem unnin hefur verið á starfshópi sátu í fulltrúa sveitarstjórnar Múlaþings, stjórnar Hef Veitna og framkvæmdastjóri Hef Veitna, auk þess sem Jón Jónsson lögmaður starfaði með hópnum. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum.
Sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi tillögu að eigendastefnu HEF Veitna. Og ég ætla að biðja annan forseta að taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og hann og gott fundafólk. Ég er hér komin til að mæla fyrir eigendastefnu HEF Veitna. Þetta var nú eitt af því sem að framkom í málefnasamningi meirihlutans og bara gaman að geta klárað frá og lagt hér fram. Það er auðvitað þannig að Hitaveitan er einkahlutafélag sem er í 100% eigu sveitarfélagsins. En formið á einkahlutafélagi og formið á sveitarfélagi er margt ólíkt og til þess að sníða af þá svona augljós og núalsa sem á upphafa komið þá var ákveðið að fara í eigendastefnu sem á þá að gera það býsna skýrt hverjar heimildir stjórnar HEF er og hvenær er að fara sig við eigandann. Þetta er að sjálfsögðu stefna sem að verður síðan lögð fyrir á aðalfundi HEF núna í mars og verður samþykkt þar og þá í raun og veru mun að taka gildi. Þetta er að sjálfsögðu bara stefna, en stefna er samt sem aðstoðar okkur við það að vita hvenær við vísum málum til sveitarstjórnar eða byggðarráðs eða hvenær stjórn hefur ákveðnar heimildir. Inn í þessu þetta er ekki mjög íþengjandi eða langt skjal og þetta er náttúrulega fyrsta eigendastefna sem við setjum okkur. Hort var til annarra eigendastefna sem víðsvegar eru og reynt að finna einhverjar leiðir til þess að vera ekki að flækja hlutina neitt sérstaklega fyrir okkur. Ég held að það sé bara margt gott í þessu og er bara glöð að leggja þetta hér fram til umræðu og afgreiðslu. Við sátum í nefndinni fyrir hönd sveitarstjórnar, ég og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson. Síðan var fulltrúi stjórnar, framkvæmdastjóri og Jón Jónsson lögmaður var okkur einstaklega mikilvægur í þessu starfi enda er hann lögmaður Hitaveitunar og sveitarfélagsins og þekkir þessa starfsemi gríðarlega vel. Þannig að ég held að við höfum hér bara býsna gott plagg og legg til að hún verði samþykkt hér í dag. Takk. Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveða sér hljós? Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti annað gott fundafólk. Ég verði reyndar að játa upp á mig, ég las þessa stefnu kannski allt of seint, var önnum kafinn og var að lesa þetta fyrst í gær. Og nota bene ég ætlaði ekki að fara að ráðast hér að þessari ágætu nefnd sem var sett saman þetta, hvernig hún hefur unnið þetta. En ég las þetta plagg sem heitir, sem er fyrirliggjandi plagg sem heitir Eigendastefna HEF Veitna e.h.f. Þegar ég var búinn að lesa 3 síðan þá fór ég athuga aftur í gáttin hjá mér, já, hvað er eigendastefna? Þetta er ekki eigendastefna. Þetta er plagg sem er með ýmsum punktum sem aðalega ættu bara heima inn í samþykktum, bara svo ég taki dæmi hérna með þessum ágætu sjálfstæðisglerugum hennar Berglindar. Í öðrum lið það stendur einfaldlega stefnur HEF og önnur stefnumörkum HEF skal lögð fyrir eiganda og hljóta samþykki byggðarráðs. Þetta er náttúrulega bara einhver sem á heim í samþyktum. Liður 5. Við kjör nýra aðalmanna og varamanna í stjórn HEF skal þeim kynnt þessi eigendastefna. Þetta ætti að vera í samþyktum líka, hefði ég haldið. Síðan eru á þessu ýmsir bara forgallar það sem að eigendastefnan stangast á við samþyktirnar og ég bara teki að kannski það er eiginlega eitt ekki víða. Bara halda okkur með að þetta er á allavega einum stað að samþyktirnar segir í kafla 1.3 tilgangur félagsins er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og sala afurða fyrirtækisins. Í stefnunni er hins vegar sagt HEF er veitufyrirtæki sem starfar innan Múlaþings. Kjarnastarfsemi er rekstur vatnsveitu, hitaveitu, fráveitu og gagnaveitu. Þannig er orkuhlutinn bara alls ekki svo sami lengur. Það er búið að þrengja hann gríðarlega í eigandastefnunni miðað við samþykktirnar, þannig að það er þá öðru hvoru þarf að breyta eða fella út. Þannig hvað á að vera í svona stefnu? Jú, það er að segja þetta er í rauninni
handbókin frá eigandanum fyrir rekstraraðilan sem í rauninni stjórnhef Veitna og framkvæmdastjóri og eiginlega svona erindisbréf, það að segja hvað á hún að gera og jafnvel hvað á hún ekki að gera og hvernig hún á að gera það jafnvel og svo þriðja kannski hvaða langtíma markmið á hún eiga. Mér finnst þetta algjörlega að vandi þetta, það eins og að ég skal þó ekki skjóta þetta alveg niður, vegna hérna eru vissulega hlutir eins og með fjárhagslega markmið, þar sem kveðið á að hef ekki að greiða arð til eigandans. Þannig að það eru nokkri punktar, ég segi það ekki, en sko gegnum gangandi þá finnst mér vanta hér mjög mikið. Og ég ætla því sko og vona ég móðgi engan sko vegna þess að maður bara reyna að vinna vinnu sinni þarna sko, þetta er ekkert persónulegt, að ég ætla að leggja til eftirfarandi bókun við þennan lið og ef ég má lesa það með það sem ég hef sendt á ykkur öll, vona ég, að það er sem sagt Þröstur Jónsson, D-lista, leggur til eftirfarandi D-lista. Þetta er að virka. Nei, ætti mig alveg sko. M-listi átti að vera. Ég sé öll M sem D hérna í textanum. Fyrirliggjandi eigendastefna hef Veitna lýsir lítt vilja eiganda hvaða hlutverk hef á að rækja né hvernig, þá er lítið ekkert hvaða markmið hef eigi að stefna, til dæmis í orkunýtingar og umhverfismálum, til dæmis innan sviga, lokað opna kerfi jarðvarmaveitu og fleira, sölu varmaorku til stórnotenda versus til húshitunar, það er ekkert, svo ég hlaupi þarna aðeins fram hjá textanum, að það er ekki talað það sko fyrir hverja er verið að framleiða aðal afuruna sem er jarðvarmaorka. Þá stangast fyrsta grein fyrirliggjandi eigendastefnu við grein 1.4 í samþykktum hef. Samþykkti félagsins kveð á að framleiðslu raforku og varma, þar að segja varmaorku, á meðan stefnan kveður mun þrengra orku þáttinn í starfsemi félagsins og segir eingöngu hitaveitu. Og í mínu skilningi er hitaveita jarðvarmaveita. Þannig það inniheldur þó ekki fjarvarmaveitu, reksturvarmaskipta og fleira. En í dag í rauninni rekur hitaveitan allavega einn varmaskipti og er að taka við fjarvarmaveitu á Seyðisfirði, þannig að eigandastefnan er þá þegar úrelt. Því fer sveitarstjórn fram á að fyrirliggjandi eigendastefna verði endursamin með stefnu og markmið að leiðarljósi. Þannig að þetta legg ég til sem ekki sem bókun heldur tillögu að bókun sveitarstjórnar og menn get þá bara kosið það eins og sem er alltaf svo gaman. Takk fyrir. Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og við höldum bara umræðu áfram. Ívar Karl Hafliðason hefur beðið orðið, gjör svo vel. Þú mátt eiga þig. Frú forseti, gaman að heyra í nýjum samir okkar. En nei, sko, ég svo sem skil mörgleiti hvað hann er að fara fram á Þröstur Jónsson, eða hvað hann er svona, hvað truflar aðeins, en það kannski sem var alveg vilji stjórnar og þetta okkar allar að vara að það kæmi skýrt fram í þessari stefnu eigandans hvaða afmarkanir eru ákveður töku hjá stjórn. Og þú segir rafveitu, það er vissulega inni í samþykktunum, en ég held að sé ljóst að stjórn hef myndi aldrei farið þá vegferð að fara að bæta við rafveitu á þess að fá leyfi eigandans. Alveg svo þegar við fórum og tókum eitthvað gagnaveitu, þá var það eigandi sem bað veitunum þá bættist það inn í. Varðandi fjármálaveitunum Seyðisfirði, það verður eigandans að samþykkja það að það fari inn í rekstur ekki stjórnar. Og það er samt þó rekstur sem er samt náskyldur kannski þessi svona, hvað sem þessi kjarnarhlutverki veitunar. Þannig að þetta er í kafla 6 í þessari eigendastefnu, sérstakar samþykktir eiganda vegna ákvörðunar og það kemur líka fram, sem ég veit því mjög gott, að það er svona stærri ákvörðanir sem veita tekur, áætta, stækkun veitisvæði og allt svona, það er svona verið að ramma það inn að það sé ekki stjórnarinnar sjálfrar að taka þessi ákvörðunar á þess að eigendur komið þar að. Og það er kannski það sem vantaði dálítið inn í, að því að sko eins og einkahlutafélagi rekstri eins og hitaveitan þá er auðvitað stjórnin sem ræður, hún er auðvitað skipuð af sveitarfélögunum, af eigendarum, en það var svona kannski, það sem vantaði kannski var svona hvaða afmarka hefði stjórn til að taka ákvarðanir.
En ég er sem alveg saman, ég held að þessi eigendastefna sé ekki endanlegt plagg. Það hlutir sem passa ekki alveg við svona hlutir félagsins sem við lýst í samþykktum og ljóst að samþykktunar þarf að taka upp. Við höfum verið svona lagaðir til annars lagið, það hefur verið ímyndilegt sem var svona kannski alveg sem við viljum hafa það. En ég held að svona það að þessi eigendastefna, hún er ekki endanleg og ég get alveg séð fyrir mér að hún geti tekið breytingum, veitur fleiri hlutverk frá eiganda eins og stefnir í að verði. Og þá munum það einfallega bara koma þar inn í. Takk. Ívar Karl Hafliðarsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki... Já. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið, gjör svo vel. Annar forseti og aðrir fundamenn. Já, þetta er ágætis umræða og ábyggilega eitthvað til í þessu sem að Þröstur að segja. En hitaveit, sko, fer með málefni sem eru alveg girt af. Ég meina, sko, vatnsveita hefur sína tekjur út frá í fasteigna gjöldum og það er bara alveg girt af. Það er eins með fráveituna. Það er bara fráveitu gjöld sem að hitaveitan er eftir opnara fyrirbrigði. En sko ef að hitaveitan ætlaði að fara að framleiða raforku, sem ég er ekkert að segja kom ekki til greina, þá var það annar þáttur. Það er sko, það er það fjármagnast á einhvern allt annan hátt og það getur eiginlega ekki verið hlutverk sko, engan hlutafélag af þeim ástæðum meðal annars það er vegna skattalegs hagræðis og það er svona ýmislegt í bara ferlinu sem er þægilega að hafa þannig heldur en í B-hlutastofnun sko, þannig að það er ákveðið að fara þessa leið og þetta er ekkert ég ætla alls ekki þannig að þetta sé hafið yfir gagnrýni þessi eigendastefna. Mér finnst þetta bara, ég meina það er alveg spurning sko hvenar á að biðja leyfi fyrir einhverju, hvort að það er að vera eiganda, hvort að það, ég meina við ræddum það, hvort að það ætti að vera einhver ákveðið hlutfall af upphæð af einhverju eða hvort það eigi að vera vegna hvaða áhættu sé verið að taka með ákveðinu framkvæmd sko það segjum bara fjármagnsveitan og Seyðisfjörður það sem er ekki verið að leggja í gríðarlega fjárfestingu en það er áhættustarfsemi miðað við hvernig raforku verði í þessum landir að þróast. Þannig að já, ég ætla allavega ekki að greiða atkvæði með þessari breytingu til Þröstur. Takk. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvað til hljós. Ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Nú, ok. Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjör svo vel. Og ég fel forseta aftur. Já, frú forseti og annað fundafólk. Ég satt nú minn fyrsta fund í Hitaveitum í gær og er þar inni sem varamaður og það er ein svona vangavelta sem ég kom upp með þar á fundinum og sem ég finnst alveg vert að segja hér í pontu. Það er þetta sem í eigendastefnunni stendur hérna í öðru kafla sem að Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson las nú hérna upp að sko stefnur hef og önnur stefnumörkun hef skal lögð fyrir eiganda og hljóta samþykki byggðarráðs. Og ég er með þá vangaveltu að hvort að það sé heppilegt að það fari fyrir byggðarráð. Það vill svo til að í stjórn hef núna sem er 5 manna stjórn eru 4 fulltrúar byggðarráðs og í 5 manna stjórn í byggðarráði er 4 í stjórn hef eins og það er ekki mikla starfræðisbyggi til þess að glöggva sig á því.
þetta 80% nefndamanna í beggja nefndum eða sem þetta eru í báðum nefndum og mér finnst mjög líklegt að ef að hef er að setja sér stefnum eða vera með einhverja stefnumörkun þá finnst mér mjög líklegt að það komi frá stjórn hef. Þannig að stjórn hef er að setja einhverja stefnumörkun eigin starfsemi og svo þarf byggðarráð að samþykkja og þar vill svo til að það svo til nákvæmlega sama stjórn sem að samþykkja sömu stefnumörkun. Og þess vegna velti og auðvitað þetta tilfallandi núna vegna þess að svona raðast í nefndirnar og þetta verður ekkert svona alltaf og eilífð, ekkert endilega, en það þetta sé byggðarráð vegna sveitarstjórn eykur líkurnar á að svona aðstæður komi upp. Þess vegna finnst mér að vangaveltuna virði hvort að þarna ætti ekki bara hreinlega sveitarstjórn samþykkja frekar en byggðarráð. Annað sem að ég hef velt svolítið fyrir mér varðandi hef hvort að það sé hægt, ég veit svo sem ekki alveg hvort að það eigi heima í eigendastefnu en þetta nú svona að fjalla samskipti eigandans og hef, þannig að þetta ekkert fjarskilt. Það sko hvernig aðgengi að upplýsingum eru, og þetta tekið aðeins fyrir í eigendastefnunni, hvernig það fyrir kjörnarfulltrúa og sko þá velti ég fyrir mér hvort það sé algjörlega eða hvort það sé tæknilega flókið að útbúa að hef gæti verið nota sama málakerfi og sveitarfélagið. Þannig að kjörnarfulltrúar gætu flett upp bæði málum og eftir atvikum gögnum sem væri þá inn í málaskránni. Og það eitthvað sem ég hefði áhuga á að skoða og mun þrýsta á að vera skoðað meðan ég gegni varamennsku í stjórn hef. Þannig að þetta eru mínar vangaveltur. Eyþór Stefánsson hefur lokið málsinu. Ég ætla að beða fyrsta forsetum að taka á stjórn fundarins þar sem forsetinn taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og gott fundafólk. Þetta bara fínustu umræður hér. Ég til að það sé nú búin að svara einhverju og ymsu, en ég hafði huga að koma hér eftir sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánsson og aðeins að fara yfir málið. Sko, í raun og veru vorum við að reyna að nálgast þetta út frá bara praktískum hlutum en ekkert endilega pólitískum hlutum. Bara hvar hafa komið upp einhverju svona ástæður þar sem að stjórn hefur verið bara býttu eigum að spyrja sveitarstjórna, hvernig eigum að spyrja og þannig að reyna að búa til, þetta var svona heiðarleg tilraun til þess að svara því hvenær á að spyrja og hvernig á að spyrja og í hvað tilfellum. Varðandi stefnurnar, að þá var það með líka svona, sko, Jóni fannst ekki endilega ástæða til að hafa það inni, en mér fannst ástæða til að hafa það inni af því við erum alls konar stefnur, við erum til dæmis með jafnréttisstefnu sem að Hitaveita geti bara tekið upp af þeim hluta sem þeim hentar. Þeir geta bara farið í gegnum stefnuna okkar og sagt við ætlum að innleiða hana að 80%, við ætlum að sleppa þessum greinum. Af því að þau eru náttúrulega með annar rekstrarform, þeim ber ekki skylda til að haga sem svo sveitarfélag, þau eru ekki sveitarfélag en þau eru einkahlutafélag. Þannig að það eru alls konar svona hlutir og bara í ljósi þess að við erum nýbúin að samþykkja þjónustustefnu sem þeir hafa í raun og veru aðkomu að og eru afgreidd í byggðarráði, þá fannst okkur alveg eðlilegt að það sem að við erum komið með stefnu, það sem að hef innvinklað í þá stefnu, þá væri alveg eðlilegt að það væri þá bara einhvern veginn skýrt hvernig menn ætla að innvinkla stefnur. Þannig að þú veist, ef að það verið að gera þjónustustefnu, þá gæti byggðarráð hent boltan með til hef og hef tilbaka. Og bara til að svara Eyþóri með sko byggðarráðið, að sko síðasta stjórn hef, ég var í síðustu stjórn hef og ég var bara ein af mjög ég og Helgi Hlynur, við vorum eiginlega bara ein af fáum sem vorum virkilega mikið involveruð í nefndir og ráð þá. Og það allt í lagi, ég ger ekkert að kröfu á það að listar skipi fólk ofarlega á lista í stjórn hef, við viljum finna hæfasta fólki, stundum það bara neðarlega á lista og þá bara fínt að hafa þetta alveg skýrt og þetta raun og veru ekkert endurskoða fyrir en eftir næstu kosningar, en það samt gert ráð fyrir því að ef að það komi til dæmis nýr meirihluti eftir næstu kosningar þá sé bara mjög auðvelt að breyta og þá þurfir raun og veru bara að rifja þetta alltaf upp. En sko ég held að sé bara mjög mikilvægt við höfum einhverja stefnu og stefnum algjörlega hægt að breyta. Ég held að þetta sé bara alveg ágætis byrjun og ég get alveg skilið hvað Þröstur að meina með að sleppa rafvituna. Ég held að ef við ætlum að fara í einhverja rafvitu þá væri spurningin alltaf það stór hún færi fyrir sveitarstjórn. Ég meina Hitaveitan lagði ekki einu svona heitavarslögn til eyða fyrir nema að fá leyfi eða samþykki af því að það bara eðlilegt að spyrja eigandan. Hér einhver fjárfesting, þetta mögulega áhætta, þetta mögulega ekki áhætta.
Við viljum bara eiga þetta samtal og við erum sannarlega eigendur. Þannig að það þarf svolítið að vera skýrt fyrir bæði stjórnin og líka fyrir okkur. Af því það meðan allt í góðu, þá náttúrulega bara allt í góðu. En svo leið það kemur eitthvað upp á, þá viljum við þetta sé bara alveg skýrt. Og ég vil bara fara hérna inn á varðandi upplýsingagjöfuna. Við töldum þetta bara vera skynsamlega leið, af því það mikið af gögnum sveitarfélagsins sem að sveitarstjórnarfulltrúum stendur kannski ekki til boða endilega af því ef það ekki kynnt á fundi, þá þurfum við að óska eftir upplýsingum og þá stendur sveitarstjórnarfulltrúum til boða að koma bara hinga og skoða gögn. Og okkur fannst bara eðlilegt að væri bara með sama móti. Stjórnarmenn sinna trúnaðarstörfum fyrir HEF. Og það alveg eðlilegt að við sem erum ekki í þeim trúnaðarstörfum höfum ekki þær upplýsingar. Hins vegar hægt að óska það eftir upplýsingum einhver viss mál og það hefur verið gert. Það var gert að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur fór og fékk upplýsingar í hitaveitunum einhver mál sem hann hafði áhuga að kynna sér. Og það var bara það sem okkur langaði að festa í sessi ef einhver listi ætti til dæmis ekki aðkomu að stjórn HEF eins og M-listin hefur ekki núna, að það væri samt tryggður þessi upplýsingar réttu sveitarstjórnarfulltrúa því að samkvæmt einkahlutafélagalögum þá ber okkur engin skylda að upplýsa eitthvað sveitarstjórnarfólk út í bæ sko. Þannig að þú veist, það mjög mikilvægt að við séum þetta svolítið skýrt, en síðan getur náttúrulega bara vel verið að það sé einhverju núalsar á þessu, þá verðum við bara tilbúin að breyta því. En ég held að þetta sé bara fínasta byrjun, þetta að einhverju leyti að skýra það sem að upp hefur komið, getur náttúrulega verið að koma upp eitthvað fleira sem leiðir til þess að okkur langja breytin þá bara aftur. En ég allavega, já, held að þetta sé ágætt í bili. Takk. Jóna Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveða sér hljós? Já. Þröstur Jónsson, gjör svo vel. Það beðum orðið. Forseti hann gott funda fólk. Þú voru nú alltaf að setja sig gleru upp aftur. Tekum með til vara. Svona aðeins að létti nótunum að því að forseti sveitarstjórnar sagði hér áðan að það væri reynt að finna alltaf hæfasta fólkið í stjórn og það geti verið neðarlega á listum og svo framvegis. Þannig að ég, svona í ljósi þess hvað ég oft búin að reyna að tróða mér inn í stjórn HEF án árangurs að þá ég vanhæfur þar eins og annars þar, greinilega. En svona að alvöru málsins að bara fyrst þetta sem var hér síðast til umræðu hjá forseta og sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri, það rauninni þarna í endan á þessum stendur að eigandi getur kallað eftir upplýsingum og gögnum starfsemi HEF, sem þá í rauninni það sama á að kjörnir fulltrúar með að gera það og ég ætla bara að segja af þessari reynslu minni, ég ætla ekki að segja eftir hverju ég kallaði, en reynslan af því var bara mjög góð. Hitaveitan var mjög greiðvikinn í að veita þessar upplýsingar, ég fór bara á staðinn og skoðaði þær upplýsingar sem átti ekki dreifa og fekk mjög góða bara, já hvað maður segja, bara þjónustu við kjörum fulltrúa hjá HEF í því tilfelli og ég held að það sé bara ágætis form og tek undir með forseta með það þarf ekkert að hrófla mikið við því. Já, svo þetta sem að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór nefndi hérna áðan. Ég nefnilegast að hnaut líka þetta svolítið og ætlaði nú eiginlega ekkert að fara út í það, sem ég fannst ég væri að fara út í of djúpan eða djúpa á fyrir en það var einmitt þetta með að stefnur HEF og önnur stefnumörkun HEF skal lögð fyrir eiganda og hljóta samþykkt byggðarráðs. Mér finnst eins og Eyþóri það svona eitthvað sem klingir í bakhauðan á mann, þetta eigi að fara fyrir sveitarstjórn. Þetta flaggskipið okkar og okkur mikils virði að það starfi vel og rétt. Þannig ég hefði haldið það að þetta eigi vera. Hitt hann mál að ég með svolítið hausverk yfir þessu vegna þetta eiginlega þessi tvö plögg, samþykktirnar og eigendastefnan, að þetta eiginlega farið að skarast svolítið mikið finnst mér að mér finnst, eins og sagði hérna áðan að stór hluti af því sem í þessu plaggi eigendastefnu eigi í rauninni heimi í samþykktum. Það eru samþykktirnar sem að rauninni svona, hvað maður að segja, samþykktirnar setja mörkin og þetta svolítið mikið svona að marka plagg. Og bara svo ég fari nú með sjálfstæðisgleraugun hérna aftur teki enn eitt dæmið að fjárhags- og fjárfestingaráætlun HEF bæði til 1 árs og næstu 3 ára og fara fyrir byrjað.
já, það á að vera í samþyktunum, þetta hefur ekkert með stefnun að gera. Þannig að mér finnst þetta, menn þurfa að taka þessi 2 plögg sko, þau eru svolítið skara svolítið svona sko, og það þarf að einhvern veginn að aðskila þau betur og taka ýmislegt sem er gott í þessu texta, það er ýmislegt fínt í þessu texta, en það á bara heim í samþyktunum. Þannig að og svo hérna þetta með raforkuna, já, ef þetta er virkilega svoleiðis að HEF má ekki fara í raforku, framleiðslu eða flutning, þá á þetta náttúrulega alls ekki að vera í samþyktunum. Og það þarf að taka út úr samþyktunum. Þannig að ef að samþyktunum er svona, þá er rauninni, getur menn bara að byrja að virkja hér einhver staðar á morgun, sko, líka við, þannig að spyrja að sveitarstjórn að því, svona strangt til tekið. Og það var, það veist það, var með fleira hérna, hvað er þriðji liðurinn? Já, þá var ég bara komið með hann er komin, jú. En þetta er áhyggjurnar sem ég hef með, ef maður er að gera stefnu, eins og ég hef nú mikið á móti stefnum, ég er alveg reynd að vera gráhærður, var gráhærður fyrir, af allum þessum stefnugerðum, að þá finnst mér mikilvægt að hafa eigandastefnu fyrir HEF, en þá að vera stefna og með þessi 3 leiðarljós, hvað á hún að gera, hvernig og hvaða langtíma markmið á hún að hafa. Þetta skjal er ekki það. Ef að þetta er ekki eigandastefna, þá er bara algjörlega misskilið hvað eigandastefna er. Og ég held menn þurfi bara aðeins að sko halla sig aftur í stólnum og anda með nefinu og byrjaði að skilgreina hvað hún fjallar hvað er hún. Eru það þessi 3 atriði eða er það eitthvað allt annað? Þannig að mér finnst að menn þurfi aðeins að menn samþykja þetta sko og það liggur ekkert lífið á að fara aðeins yfir þetta aftur. Það er margt þarna má bara cut og paste texta fram og tilbaka. En ég held að það væri góð hugmynd að taka samþykjurnar líka í leiðinni fyrir næsta aðalfund og laga þær. Þannig að þetta séu 2 skjöl og mjög skýrt sem sagt samþykjur annars vegar og eigandastefnu hins vegar. Takk fyrir. Trausti Jónsson hefur lokið máli sínum. Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundafólk. Ég vildi bara koma hér upp til þess að leiðrétta aðeins að mér virðist hvernig menn hafi verið að miskilja það sem ég var að meina þegar ég var að tala sem málaskrá og sem sagt ég er ekki að segja það að ég er hrófla við því hvernig þetta virkar og það virkar eflaust bara ágætlega. Hins vegar finnst mér það ekkert ég get bara sagt frá eigin raunum við að koma inn á fyrsta fund minn á HEF og það er svolítið mikið umfang sem maður þarf að kynna sér aftur í tíman og til dæmis bara, ef við tökum bara eitt dæmi sem var á dagskrá fundarins í gær sem var fjarvarmaveita á Seyðisfirði. Það er svolítið auðveldara varðandi eins og hvernig þetta er hjá sveitafélaginu að þá getur maður valið málið sem maður ætlar að fara að garfa í, valið málnúmerið og séð allt hvar það hefur verið tekið fyrir. Meðan að maður ætlaði að gera slíkt í sama í stjórnarfundum HEF þá þarf þetta að opna hverja einustu fundaskrá og renni gegnum fundaskrána og leita að í hverjum fundi fyrir sig hvar það hefur verið tekið fyrir. Og ég segi að það sem stendur í þessari eigandastefnu að það sem sagt það er ekkert í þvert á það sem ég er að segja. Þetta er meira spurning útfærsla á einhverju praktík sko, hvernig þú ætlar að útfæra það sem bara stendur nú þegar í eigandastefnunni. Þannig að þetta er bara svona til þess að auðvelda bæði kjörnum fulltrúum en líka bara almennum borgurum að ná svona samhengi í það sem er að gerast hér vegna þess að mér hefur virst oft á tíðum verið rætt það að stundum hefur verið talað ríki í ríkinu en svo hefur líka komið umræða það að mönnum finnist að HEF finnist það svolítið sko svona afskiptalaust og það er meðal annars af því að það er flóknar að fylgjast með hvað er að gerast í HEF heldur en öðrum ráðum félagsins meðal annars út af þessu. Þannig að þetta er bara spurning svona að útfæra þetta í praktík hvort þetta sé hægt.
og það þarf ekkert að breyta neitt textanum í eigendastefnunni til þess að þetta sé mögulega hægt. Takk. Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo ekki í fel forseta aftur stjórn fundarins. Fleiri ekki á mælendaskrá og við tökum þá fyrst fyrir tillöguna sem Þröstur sendi inn, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Það mun vera breytingatillaga, ekki rétt. Þannig að við tökum hann þá fyrir fyrst og tökum síðan þá tillögu sem lá fyrir fundinum ef að hinn hefur ekki hlotið samþykki. Þeir sem samþykja tillöguna sem Þröstur lagði fram hér í pontu áðan rétt upp hönd. Það er 1 atkvæði. Svo. Þeir sem fella tillöguna rétt upp hönd. Það eru 8 atkvæði. Einhver sem sitja hjá. 2 sem sitja hjá. Þá tökum við tillöguna sem lá fyrir fundinum. Það var stutt og skorinót. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi tillögu eigendastefnu veitna. Þeir sem samþykki það rétt upp hönd. Samþykkt með 10 atkvæðum. Einhver sem situr hjá og einhver sem er á móti. 1 á móti. Hljómandi gott, við höldum það áfram. Næstur er komin í lið nr. 5, aðalskipulagsbreyting Egilsstaðaflugvöllur. Umhverfis- og framkvæmdaráð hefur vísað meðfylgjandi skipulagstillögu til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Er að ræða tillögu dags 20. janúar 2025 að breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna nýrrar akbrautar við Egilsstaðaflugvöll. Tillagan er unnin af Verkís fyrir hönd Isavia innanlandsflugvalla EHF. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna nýrrar akbrautar við Egilsstaðaflugvöll. Breytingin er óveruleg og ekki talin hafa veruleg áhrif á núverandi landnotkun, né eru áhrifina metin mikil á einstaka aðilega stórt landsvæði. Málsmeðferð fari samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liði einhver hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóhann Hjalti Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fulltrúar. Leið að ég fagna þessari aðalskipulagsbreytingu þá ég með spurningu til Jónínu Brynjólfs sem formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs og ég ætla að biðja hann að ýta undir leti mína því að ég með þá spurningu sem snýr að því hvort að göngustígum meðfram Eyvindará sem náttúrulega þetta vinsælt útvastarsvæði, hvort að þessi breyting muni koma í veg fyrir göngustíg meðfram ánni. Það raun og verið ekki annað. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Jóhann Hjalti Þorsteinsson hefur lokið máls en ég ætla að biðja fyrsta fórsetum að taka við stjórn fundar sem fórseti hyggst taka til máls. Jóluna Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, fórseti og annað gott fund og fólk. Það sem bara svarið við því er mjög stutt. Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkti breytinguna á þeirri forsendu að göngustígurinn héldi sér. Þannig að flóknara var það ekki, en mér skilst að hann eigi hvort sem er að halda sér. Það þarf alltaf að vera þessar girðingar og það þarf að vera akbraut við hliðina á girðingunni. Þannig að við bara fögnum því. Takk. Jóluna Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti. Ég kom alveg að fagna þessu. Þetta er nú búið að vera lengi og mikið að framkvæmda að fá þessa auka lúpu þarna á endan sem er svona fyrsta skrefið í uppbyggingu á vellinum og eru svona hvað sem að fyrst í fasið sem að fara í fyrir utan þá flughljóð sem á að fara nær og svo þá alls akstursbraut sem er þá í framtíðinni. Það kannski og lenging á brautinu náttúrulega eins og það sem kannski mér langast að benda á að það var lagt á sig þetta gjald, svo kallar varaflugvallargjald á alla komuverðið til Íslands til að fjármagna vinnu við varaflugvalli. Það sem ég held að sé ágætt fyrir okkur hér öll að vita og það sem við þurfum að þrýsta á er að þeirri peningar sem eru koma inn í þessu gjaldi eru eingöngu núna hlutir settir í varaflugvallana, hlutaði verður eftir ríkinu því að tekjurnar meiri heldur það er þeir fjármunir sem eru áalkaðir í þetta, ég held að það er muna nokkur 100 milljónum en kannski það alvarlegra er að það fyrsta sem hann farið í var held í flughlað á Akureyrarflugvelli sem er búið
Við stóðum þeirri vonum að næsta verkefni sem myndi hljóta þá framgang út af þessum sértækjum væri þá þessi lúpp á Egilsstöðum, en það orðið töluverður þrýstingur það að þessi peningar fari í nýja flugstöð við Reykjavíkurflugvöll, sem alveg þarft mál, en mér finnst það bara eiginlega ekki vera svona réttlægt að taka pening úr eitthvað sem heitir varaflugvöllgjald, sem til að auka öryggi og annað flugfarenda í að reisa með flugstöð. Það getum við bara gert á einhverjum bara annarkvort af einkaaðilum eða bara í einhverju skilur, það bara peningar þegar reka flugstöðar, það þarf ekki að taka úr svona sjóðum með það. Og ég held sem bara ágætt við þar sem það komið bæði ný ríkisstjórn og ný nefnd, að þess ágætt við höldum því á lofti að við ættum til þess að það verði farið í þessa framkvæmd og það strax í vor. Ég átti nú ágætt spjall á öðrum við yfirmann Ísafi hérna á Egilsstaðaflugvelli, og hann vildi líka þrýsta okkur með það að það vantar töluverða peninga til að klára bara hönnun og skipulagsvinnu til að klára þessa uppbyggingu áfram á Egilsstaðaflugvelli. Og það eitthvað sem hann segir að sé fyrst að skilja að fá það og svo farið þessa framkvæmd. En við þurfum bara að gæta þess að þessi peningar sem eru í varaflugvöllgjaldinu endi í þeim verkefnum sem það verður eðlilegt fara í. Takk. Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu og ég fel Jónu Brynjarsdóttir aftur stjórnfundarins. Ef fleiri kveður sér ekki ljós. Já, sveitarstjórnar fulltrúi Berglindar Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Maður getur nú ekki látið þennan lið framhjá sig fara, varðandi Egilsstaðaflugvöll. Manni bregður alltaf við og maður fær ofta að heyra það að þegar sveitafélög að herja á einhverja uppbyggingu og þá kemur það oft upp úr krafsinu að þau eru ekki tilbúin með skipulagsmálin sín. Þannig að ég fekk svona aðeins í magan, en sem betur fer þetta bara minniháttar skipulagsbreyting og sem tekur held ég bara 6 vikur. Að klárast. Það alveg gríðarlega mikilvægt að við höfum þetta í lagi og erum að því með þessum lið. Þessi mál. Varðandi Egilsstaðaflugvöll, það svona enn eitt og tengist í rauninu uppbyggingu Austurlands eins og við höfum verið að tala hérna, og að manni finnst það náttúrulega alveg með ólíkindum að við séum ennþá að berjast fyrir uppbyggingu sem kom líka bara ljóst hérna fram hjá Ívar Karli Hafliðasyni sveitarstjórnarfulltrúa varðandi þessi lykilatriði sem við þurfum að herja á svo að verði alveg pottitt farið í þessu uppbyggingu. En samkvæmt flugstefnu Íslands frá 2019 það það bara þannig sem var unnin faglega af fólki sem í fluggeiranum, það flugstjórar Icelandair og þeir sem að huga og standa vörðum flugöryggi hér á landi. Það var náttúrulega Egilsstaðaflugvöllur skilgreindur þannig að hann væri í algjörum forgangi í uppbyggingu varaflugvalla hér á landi. En svo hefur það bara verið þannig að nú komið 2025 og enn eru við svona vongóð og að fara nú að eitthvað að gerast hjá okkur. Sem náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt og flugöryggismál skipta gríðarlegu máli. Það skiptir okkur gríðarlegu máli að með þann fjölda ferðamanna sem kemur hingað til lands og alþjóðlega séum við að standa okkur vel í þeim málum. Varðandi flugöryggismál og líka eins og kom fram í máli Ívar Karls Hafliðasonar varðandi fjármuni og varaflugvallagjaldi og fjármuni sem maður kannast við þessa umræðu að fara í uppbyggingu flugstöðar á Reykjavíkurflugvelli. Sko, varðandi varaflugvallagildi og þennan sjóð þá tengist uppbygging flugstöðar á Reykjavíkurflugvelli bara ekkert varaflugvallagildi og flugöryggi hér á landi. Það algerlega á hreinu. Þannig að þessi fjármunir eiga ekki að fara í uppbyggingu á flugstöðinu þá tráttur að séu löngu komið tíma á hana. En það ekki bara vegna þess að það endalaust verið að ógna staðsetningu Reykjavíkurflugvallar og það ekki farið í þessu uppbyggingu. Það bara allt annað mál. Þannig að við þurfum þessu uppbyggingu. Ég meina áðan undir öðrum lið fór ég yfir tækifæri Austurlands og stórt atriði þar Egilsstaðaflugvöllur og tækifærin þar uppbyggingin og við verðum bara að herja á að verði farið í þessa uppbyggingu og þannig að eins og ég segi þessi minniháttar skipulagsbreyting nauðsynleg og við þurfum að klára hana. Það þarf að tryggja auðvita fjármuni í að þessi hönnun og allt verði tilbúið fyrir fjármuni og framkvæmdir. Þannig að ég er bara ánægð með þennan lið en vildi svona rétt aðeins kveða með hljóðsum þessi mál. Takk fyrir.
Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Arna Svavarsdóttir við lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Þrösti Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, annað gott fundafólk. Það var ágætt að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason nefndi þetta með þetta varaflugvallagjald. Ég man ekki alveg hvað það var en við fengum upplýsingar frá Isavia á fundi með þeim ekkert alls fyrir löngu hvað í rauninni ríkið tekur mikinn skatt af eigin skatt. Það var verulega há upphæð í prósentu sko. Þannig að alveg óháð því hvað framkvæmdum með kosta, þá skilaður ekki öllu varaflugvallagjaldinu til Isavia. Þeir taka skatt af því. Þetta náttúrulega alveg típist fyrir ríkið. Það lagði hér á bensíngjald og annað sem átt að fara til samgöngumála og það fer minnst að því til samgöngumála í dag held ég. En ég kem hins vegar hérna upp út af öðru. Það er smá fyrirspurn til forseta umhverfis- og framkvæmdaráðs, formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs, sem er líka forseti sveitarstjórnar. Það var varðandi skipulagið breytinguna sjálfa, bara eðlislega, að sko, hún er rauninni fólgin í því að það þarf svolítið meira land þarna til austurs inn á skipulagssvæði flugbrautarinnar, þar sem að þessi taxi-lykkja kemur og það er tekið, erfitt að lýsa myndin ennum fram, en það er tekið svona 11 og þú veist að svona sniðið utan þessa taxibraut. Nú liggur það fyrir sko að það á að lengja þessa taxibraut einhvern tímann alveg inn á flughlaði og þarna á að koma flughlaði. Af hverju var ekki bara, þú veist, skipulagssvæðið fyrir taxibrautina þegar tekið þá bara breyka alla leiðina eins og taxibrautin á að vera endalega. Frekar en að vera bara rétt að klippa utan þessa lykkju sem verður þarna nyrsta brautinni. Af hverju var ekki bara sú breikkun tekin alla leið þannig að þau eru ekki farið í aðra aðalskipulagsbreytingu þegar að taxibrautin verður klára sem vonandi verður fljótlega. Ég vildi bara vita af hverju. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og annað gott fundafólk. Já, ég vil þakka Þresti Jónssoni fyrir spurninguna. Þetta er bara mjög góð spurning. Þessi tillaga kemur að sjálfsögðu bara frá Isavia. Við höfum ekkert í raun og veru með hann að gera. Ég get ekki alveg sagt þér hvað Isavia var að hugsa. Ég held að þetta snúist mögulega af því eignarlandi sem þeir eiga og stærri breyting gæti falið í sér stærri breyting og alskipulega. Þetta er náttúrulega bara óveruleg breyting af því það er svo mikið hliðrun. Það er voðalega þægilegt að hafa þetta óverulega breytingu núna. Það er náttúrulega verið að gera nýtt aðalskipulag Múlaþings þannig að það er hægt að taka þar inn frekari breytingar á flugvöllunum fyrir það sem þarf. Þannig að ég held að þetta sé nú fyrst og fremst það að þetta er bara það sem á að fara í. Þetta er svo framkvæmt sem á að fara í og þeir vilja bara drífa það af að breyta því og að því að það er hægt að gera með þessum hætti að þá held ég að það sé horft til þess. Takk. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessu lið? Svo er ekki og ég fel forseta aftur stjórnarfundarins. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljós, þá var voðalega freistandi að taka tillöguna til afgreiðslu. Ég var búin að lesa hérna hér í upphafi liðar, þannig að ég segi þá bara þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 6, samstarfssamningur byggðasamlag Minjasafns Austurlands. Fyrir liggur tillaga stjórnar Minjasafns Austurlands varðandi framtíða fyrirkomulag og rekstri safnsins. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir tillögu stjórnar Minjasafns Austurlands að gengi verði frá samningi á milli Múlaþings og Fljótsdalshrepps byggja á drögum að nýjum samþykktum fyrir Minjasafn Austurlands. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Ef enginn kveður sér ljós, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 7. Úthlutun byggðakvóta fiskveiðiárinu 2024-2025. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Borgarfjarðar dagsett 7. febrúar 2025. Varðandi úthlutun almenns byggðakvóta. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum.
Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir bókun heimastjórnar Borgarfjarðar og samþykkir að óska ekki eftir sérreglum vegna úthlutunar almenns byggðakvóta í byggðakjörnum Múlaþings. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið, einhverju vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara aðeins að benda á að keisarinn ekki í neinum fötum og Seyðfirðingar fá enga kvóta. Það engin byggðakvóti til Seyðisfjarðar. Það var verið að leggja niður fiskvinnsluna síðust ári og það verið að þessi 15 tonn sem þar voru, þau eru að hverfa. Þetta bara skrítið. Bara verulega skrítið. Og ég meina, já. Og ég pínu áhyggjur, sko, ég segist fyrir einn af þessum rótgrónu stórútgerðarbæjum á Íslandi sem byggist upp með og ég veit ekki hvernig veitingastæðinir á Seyðisfirði fara að í sumar að nálgast fisk. Það engin vinnsla, það engin markaður, svo ég veit. Þannig að, já, bara svona í þessu samhengi, sko. Það eiginlega alveg frálegt að staða að það sé ekki eins og 15 tonna byggðakvóti sem lágmark og hvernig, fyrir utan að ég skil ekki hvernig það gat dottið niður. Ég hélt að reglurnar væri þannig að hann færi ekki niður fyrir 15 ef að forsendur hefðu einhvern tíma verið til þess að úthluta kvóta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti og annað gott funda fólk. Almennu byggðakvóti á landinu nú svolítið flókið fyrirbæri sem að mjög fáir ætla ég að leyfa mér að fullyrða að skilja til hlítar. En þetta hins vegar bara samkvæmt lögum stjórn fiskveiða úthlutað á grundvelli 10. greinar þar og leyfa mér orða að gárungarnir segja að það sé þannig að þegar komið til þess að fara útdeila þessum kvóta þá kallaði til eini maður á landinu sem hættur að vinna sem að skilur reikniregluna og hann kemur og reiknar þetta út fyrir Fiskistofu. Hvort sem það satt, en það allavega þetta hljómar trúanlega því að það erfitt að skilja þetta til hlítar. Einu sinni var það þannig að á Borgarfirði voru eitthvað, það ekkert mjög langt síðan, kannski 15 árið eitthvað, þá voru 130 tonn á Borgarfirði, cirka, af þessum kvóta. Síðan þá þetta lækkað á hverju ári og það ákveðið hámark sem á lækka á hverju ári, sem við minnum að sé 15 tonn. Og síðan þá hefur þetta lækkað á Borgarfirði, þangað til að þetta komið niður í 15 tonn. En það vill svo til að því að Borgarfjörður þar búa svo fáir, þá má ekki taka meira af okkur. Þannig að þessi 15 tonn verða alltaf á Borgarfirði. Hins vegar búa nógu margir á Seyðisfirði til þess að það megi klípa þessi 15 tonn af. Þetta er svona sem ég heyrði eitt sjómann á Borgarfirði þegar ég var að biðja útskýrta fyrir mér hvernig stend á þessu. Þetta er svona aumingjagkvóti sem við fáum því að við erum svo fá. Þannig að ég ætla ekki að ljúga eða ykkur að ég skilji þetta algjörðu til hlítar en ég myndi nú gíska að ég væri yfir meðalagi í þessum ágæta hópi. En eitt sem ég langaði til þess að koma á svona til þess að við gerum betur og vöndum okkur aðeins. Það sem að núna verið að biðja okkur að gera að segja við ætlum núna sveitarstjórn að segja hvernig við ætlum að útdeila þessum byggðakvóta. Við ætlum að leggja til Fiskistofu ef við ætlum að hafa einhverja sérreglur. Til dæmis var það þannig, ef ég ekki að fara með fleipur, á Seyðisfirði voru sérreglur sem snýra því að byggðakvótinn fór á gullver. Ef ekki eru sérreglur, þá útdeilist þetta bara jafnt til þeirra sem sækja út frá veiðireynslu.
þess vegna verðum við næst og beina orðum mínum til formanns heimastjórnar Djúpavogs að leggja ekki máli fram til kynningar þar. Það verður að standa hvað menn ætla að gera. Og þegar ég sá hvernig heimastjórn Djúpavogs bókaði þetta, þá hringdi ég í starfsmanni þar og spurði, þurfið þið ekki að taka einhverja ákvörðun um hvernig þið ætlaði að gera þetta? Og sá hafði þetta í nóg að snúast, það var nú eitthvað búið að fjúkum kolli á honum, þannig að ég gat nú alveg sýnt honum skilning að hann væri svolítið nóg að gera og nóg að hugað. Hann bara sagði mér að þetta hefði bara verið klúður og þau myndi gera þetta næst, en ég ætla bara að brýna það líka við formanninn að passa að þetta gerist næst. En bókunin, að því að við orðum þetta sem byggða kjarnar Múlaþings, nær alveg að redda þessu innan gæsalappa, að við verðum sem sagt að ákveða hvernig, við erum sem sagt bara núna hvað sem okkur kann að finnast þennan byggðakvóta yfir höfuð, sko, þetta er bara ákveðið reikniregla, við getum sagt, þetta er ósanngjarnt, en þá benda þau bara á reikniregluna. Reyndar var nú Langanesbyggð, held ég ætla að kæra þessa úthlutun, segir að það sé verið að skerða það meira en þau megi lögum samkvæmt út frá þessum íbúafjölda, það er ákveðið hámark sem má skerða á ári. En já, við bara tökum þetta aðeins fastari, tökum næst saman. Ég skal reyna að minna á það að ári. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og lokið máls, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Svo er ekki, þá tókum við tillöguna til afgreiðslu, þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða, við erum þá komin í mál nr. 8, snjóhreinsun og öxi. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Djúpavogs dagsett 7. febrúar 2025 varðandi snjóhreinsun og öxi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Í samræmi við bókun sveitarstjórnar Múlaþings frá síðasta fundi er málið í vinnslu hjá umhverfis- og framkvæmdaráði. Fyrirhugað eru fundi með Vegagerðinni og kjörnu fulltrúum 18. febrúar þar sem snjómokstur og öxi verður meðal annars til umræðu. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum leið og ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti og annað gott funda fólk. Á síðasta sveitarstjórnarfundi var okkur í umhverfis- og framkvæmdaráði falið að skoða með snjómokstur og öxi. Það er þannig að sveitarfélagið hefur ekki verið með neina skilgreinda fjármuni í snjómokstur og öxi og það hefur í raun og veru ekki tíðkast. Í fyrri tíð Djúpavogshrepps þá var sú stefna tekin að það var sveitarfélagið sett ekki neina peninga en reyndi að þrýsta á opnun eins oft og mögulegt var. Af því sem mér skilst. Þið getur bara leiðrétt mig ef það er ekki rétt. Nú, við erum núna, nú er snjólétt og þá að sjálfsögðu er allir rosalega bjartsýnir og vilja gjarnan að öxi sé opnuð. Gott og vel, en öxi er sannarlega á geraklunni og það er það sem að fundur Vegagerðarinnar með kjörnufulltrúum og heimastjórnarfulltrúum núna 18. febrúar mun meðal annars fjalla margra annara atriða munum við fara eins yfir gerakluna. Á hvaða stöðum gildi geraklan, hvaða forsendunum fyrir geraklunni. Við höfum náttúrulega ítrekað reynt að losa öxi undan geraklunni ef það hefur ekki gengið og það kemur líka til að því að vegurinn sjálfur er bara sjálfur sér hættulegur. En einhvern veginn þurfum við að reyna að feta einhvern meðalveg í því að þrátt fyrir að margir vilja opna hana oftar heldur en kannski hægt er, þá væri kannski hægt að hafa hana aðeins meira opna. Bara síðustu daga höfum við verið að ræða saman. Ég og Hugrún Hjálmarsdóttir, framkvæmda- og umhverfismálastjóri og Eiður Ragnarsson sem er staðgengill sveitarstjóri á Djúpavogi. Við munum funda með Vegagerðinni varðandi útfærslur á því hvernig við ætlum að hafa það bara í einhverju föstum skorðum. Að það sé einhver starfsmaður sveitarfélagsins sem óski almennt opnunina, síðan sé þá einhverju fjármuni skilgreindir hjá okkur, hvað sem það er undir almennum liðum eða ekki, það er bara ákvörðun sem þarf að taka, almennum snjómokstursliðum eða ekki. En það er auðvitað þannig að Vegagerðin er veghaldari á öxi og Vegagerðin segir til það hvenær þeir treysta sig til þess að opna veginn og hvenær ekki. Og það er þannig að núna erum við bara á miðju geraklu tímabili. Það hefur verið stemt að því að reyna að halda henni opin eins lengi og mögulegt er og reyna að opna hana sem fyrst eins og mögulegt er. Þannig að við þurfum aðeins að vera við því búin að Vegagerðin verði ekki að klöð og við að hlaupa upp til hand og fóta. Það hefur ekki verið reynslu okkar að Vegagerðinni hingað til. Þau hefur verið mjög föst á því að halda sig við þetta tímabil.
Mér hefur þó fundist það vera aðeins að ávinnast í samtalinu að við séum svona kannski að geta fetað aðeins meira en að þá brauta að opna hana eitthvað og hún var opnuð daginn með helmingamokstri sveitafélagsins. Þannig að einhvern milliveg skulum við reyna að feta af rósemi og skynsemi. Þannig að við skulum bara sjá hvort okkur takist það ekki. En það er allavega staða mála og ég reikna með þetta fara svo í gegnum einhverjum framkvæmdaráð og í framhaldinu því kemur þetta hjá sem fundargerð hér hjá sveitarstjórn. Ég er ekki viss að máli verði lagt fyrir að nýju í sveitarstjórn nema sé ykkur sérstök ástæða til. Takk fyrir. Jónanna Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki á fleiri kvisir hljós, þannig ég fel forseta aftur stjórnfundarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson gjörðu svo vel. Forseti, já, það er erfitt og vont að við getum ekki opnað þegar hérna veðrin eru svona og snjóalög er svona eins og hefur verið þetta er hérna það væri sannarlega dálítið mikið betra ef að það væri hægt. En mér finnst ég að heyra þetta svo oft. Það er engin snjór á Öxi. En hins vegar þegar heyri ég það líka mjög oft þegar við erum að ræða nýjan veg yfir Öxi sem á að færa og sneiða hjá snjóþyngstu svæðum að það sé algjört rugl að vera að fara með fjallveg þarna yfir. Þetta sé svo snjóþund. En ég held að þetta sé ekki snjóþund. Ég heyri þetta, maður er búin að heyra þetta aftur og aftur. Það eru 2 skaflar á Öxi. Af hverju er þetta ekki opnað? Og við ætlum að nýr vegur fer fram hjá þeim stöðum báðum, sko. Ég veit ekki hvort að hérna, mér finnst þetta að vera innlegg í það að bara fara í þennan Laxaveg. Það er engin snjór af þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson og lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Svo er ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í liði sem eru fundargerðir og venju samkvæmt að þá munum við taka fyrir fundargerðir heimastjórnana saman. Við erum hér með lið númer 9, 10, 11, 12 og 13. Og hér erum við með fundargerð heimastjórn Djúpavogs nr. 57, fundargerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 55, fundargerð heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 53, fundargerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs nr. 54 og nr. 55. Og ég ætla að opna mælendaskráin til þessum liðum, einhverju vilja taka til máls. Jóhann Hjalti Þorsteinsson gjörðu svo vel. Frú forseti, þetta er vegna heimastjórnar Seyðisfjarðar, fundar 53, liður 2 sem að snýr að erindi sem að varðar umsögn Veðurstofunnar ofanflóðahættu á starfsvæði fyrirvegaðs laxeldis í Seyðisfirði. Ég er með við fulltrúar Austurlistans og Vinstri grænna leggjum fram bókun við þennan lið sem að hljóða þessu svo. Fulltrúar Austurlist og Vinstri grænna vilja vekja athygli á bréfi forstjóra Veðurstofunnar til MAST dagsett 20. janúar 2025 þar sem áréttað er að Veðurstofa Íslands hefur í ofanflóðahættu mati fyrir fiskeldi í Selstaðavík frá 23. júní 2023 ekki lagt mat á annað en líkur á mannskaða af völdum ofanflóða á kvíasvæðinu í Selstaðavík. Það mat segir þá áhættu ásættanlega. Ekki var tekin afstæða í þessu mati til áhættu vegna mögulegra slysastefninga af völdum ofanflóða. Þá hefur Veðurstofa Íslands ekki lagt mat á áhrif ofanflóða á önnur mannvirki eða akkersfestingar. Þá tekur Veðurstofa Íslands fram í bréfinu að í strandsvæðaskipulagi Austfjarða eru ákvæði fyrir Selstaðavík, sem svæði SN2, að fyrir þurfa að liggja nánara mat í hættu á ofanflóðum og þannig mögulegum slysasleppingum vegna þeirra. Það er skýlaus krafa að vanda sér til verka í þessum undirbúningi, annað væri óásættanlegt. Nýlega hafa verið umræður ábyrgð sveitarstjórna annars staðar á landinu sem brást ekki við upplýsingum á ofanflóðahættu fyrir nokkrum áratugum og við eigum að læra af slíku. Takk fyrir. Það búið að senda bókunum. Búið að senda bókunum, já. Flott.
Mældaskráin er opin, fleiri vilja kveða sér ljós undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Forseti, þetta var þetta lið 10, Heimastjórn Borgarfjarðar, fundur 55, og þar liðið 3. Og ætli ég veit ekki fyrirspurn á formann Heimastjórnar, Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúa, sem hér er. Ég las erindið, ég skil ekki, og svo las bókunina. Þarna hefur verið félagasamtök sem er stuðning sveitarfélagsins áður Borgarfjarðar svo Múlaþings hafa stundað þarna vörslu, einhvers konar skálavörslu eða ég veit ekki hvað maður á að kalla þetta, varandi gönguleiður annað sem þeir vilja er að komast út úr. Og ég skynjaði bara á þessu, ég skil ekki alveg kannski maður eftir ræðans þegar menn tala um aðkomu Múlaþings. Múlaþing kemur held ég ekki að gönguleiðin einstæðar í Múlaþingi. Ég velti bara fyrir mig hvað eru menn að spá í að gera þarna varandi, menn af því að í erindinu er talað um aðkomu Múlaþings að þessu, en ég velti bara fyrir mig hvað fannst Heimastjórn Borgarfjarðar hver var þeirra hugmynd með þessu? Eða er búið að funda um þetta? Það var kannski með staðalda óljós hvort það verið búið að funda með þessum fulltrúum sem talað um að fundum. Af því að ég held að ég var dálítið hugsi yfir þessu af hverju sveitarfélag ætti að taka að sér. Við höfum styrkt þetta, vissulega, en við höfum hingað til ekki tekið að okkur hóndustu. Takk. Þú byrja. Ætlar að gefa orðið? Já, þú mátt alveg fóra. Ég get líka svara einhverju fyrst, ef það... hér alveg. Ég ætla að beða fyrsta forseta að taka við stjórnfundar. Þess að forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og annað gott fundafólk. Áður en að ég leyfi Eyþór Stefánssyni formanni Heimastjórnar Borgarfjarðar að svara þessu fínu fyrirspurn Ívars Karls Hafliðasonar, sveitarstjórnarfulltrúa, þá langaði mig að koma hér aðeins inn í af því að erindið sem slíkt var bæði vísað inn í umhverfis- og framkvæmdaráð og inn í Heimastjórn. Og inn í umhverfis- og framkvæmdaráð var samþykkt að fara af stað með ákveðið samtal sem starfsmenn er að vinna að, þar að segja staðgengill sveitarstjóri á Borgarfirði, Alda Marín Kristinsdóttir, og Stefán Aspar sem er verkefnastjóri umhverfismála. Áður en að máli færi nokkuð lengra þá þurfum við bara að afla okkur upplýsinga. Þetta á að vinna með formann umhverfis- og framkvæmdaráðs og sveitarstjóra. Og til að það sé upplýst og þá hefur sá sem við ætlum að tala við hjá ferðafélaginu verið í burtu og er nýkomin aftur og við erum að fara að funda á mánudaginn. Þannig að ég tel að það sé mjög litla líkur á því að það sé neitt komið, enda við erum ekki búin að funda með ferðafélagi Fljótsdalshéraðs sem að óskuðu eftir samtali til að koma einhverju á framfæri og hafa ekki fengið það samtal og þess vegna vitum svo sem ekki hvað þeir hafa fram að færa. En sveitarfélagi hefur styrkt þessa landvörslu á Víknaslóðum. Og má segja að við séum algjörum byrjunarreit í þessu máli. Ég ætla samt að segja að ég tel ekkert endilega nauðsynlegt að flýta okkur. Ég held að sem ég mikilvægt að gefum okkur bara tíma og skoðum þetta frá mörgum hliðum og vöndum okkar vinnu hér. En takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu og Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið og ég fel forseta eftir stjórnfundarins. Já, frú forseti og annað fundafólk. Ég komi hér til að svara Ívari en hann er ekkert að hlusta á mig. Já, Jónína kom nú inn á margt sem ég ætla að segja en það er alveg eðlilegt mál að spyrja sig hvort það sé eðlilegt að sveitarfélag komi að landvörslum á einkalóðum eins og er tilfellið þarna. En það sem er kannski vert að hafa í huga er að þegar áður en var friðlýst svæði við Stórurð þá kom sem sagt styrkur í landvörslu frá Umhverfisstofnun og nú er ég svolítið að tala eftir minni en mér minnir að það hafi verið þannig að það var háð því að sveitarfélagi kæmi með mótframlag og þá var þetta ekki eyrnamerkt
einhverju svæði per se, þá var þetta bara svæði þarna á Víknaslóðum og nágrinni á Borgarfirði. Nú hins vegar er búið að friðlýsa Stórurð og Umhverfisstofnun búin að skilyrða fjármagnið sem kemur í landvörslu við friðlýsta svæðið og þá er uppi ákveðin óvissa framtíð landvörslu á Víknaslóðum sem að er, eins og áður sagði, á einkalandi. Þarna er alveg, ég man ekki hvað það eru, margir tugir eða ekki hundruðir stikaðra gönguleiða sem að eru var komið upp í í sjálfboðavinnu og það bara tíðkast varla í dag að svo stór verkefni séu farin í dag í sjálfboðavinnu. Þannig að sko vangaveltan er sú eru gönguleiðir á Víknaslóðum sveitarfélaginu það mikil svirði að réttlætanlegt eða eðlilegt sé að sveitarfélagi komi ef til vill að því. Heimastjórn er ekki byrjuð er ekki komið svo langt í umræðinni, þetta var nú meira bara svona lagt svona til kynningar þannig að mann gæti farið að hugsa þetta í framhaldinu. En Borgarfjarðarhreppur sannarlega skuldbatt sig til þess að styrkja þetta verkefni á grundvelli framlagsins sem mótframlag Umhverfisstofnun og það var í upphafi þessara sameiningar bara litið svo á að Múlaþing yfirtæki þá skuldbindingu. Ég veit ekki hvort að ég náði að svara því sem spurt var að en ég vona að þetta gefi einhvers konar innsýn í málið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson er óskað til að taka til máls, gjörðu svo vel. Var svona margt til. Hann var fljótur réttur kvöld. Forseti, smá bara sögu upprifjun. Það stikaðar gönguleiðar á Víknaslóðum, Borgarfjarðarsvæðinu, yfir til Stórurðar, 97, 8 og 9 held ég. Ferðamálahópur Borgarfjarðar stóð fyrir því. Borgarfjarðarhreppur hins vegar sá alla samningagerð við landeigendur. Vissulega er þetta allt mikið einkalönd, ríkjánum hluta og sveitarfélagi líka hluta, en þetta er allt saman eyðigerðir. Eigendur er ekki að hafa tekjur af þessum gönguleiðum. Og þessar gönguleiðir í heild með stikuðu leiðunum í Stórurð, þá eru stikaða leiðir 150 kilometrar. Það þarf gríðarlegt viðhald og það er alltaf verið það fjölgar alltaf þeim sem fara leiðirnar og það þarf viðhald á leiðunum. Annars skemmum við land. Fyrir utan Stórurðarsvæði þá eru sennilega vinsælustu gönguleiðirnar yfir til Brúnavíkur sem sveitarfélagi á að hálfu og þar hefur bara þurft talsvert viðhald af því að það hafi grafist í fjallið þar sem að gengið er og hafi þurft að færa, hafi þurft að brúa til þess að setja svona jarðbrýr til að hlífa landi og þetta er bara heil mikil vinna. Þetta er ekki skálavarsla. Skálavarslan er allt annað hjá ferðafélaginu og kemur það er engin blöndur þarna á milli. En ég bara vona að þetta verði gott samtal á milli heimastjórnar og umhverfisframkvæmdaráðs og ég tel þetta mjög mikilvægt og að þessu verði áfram sinnt vel og jafnvel betur heldur en það hefur verið gert. Það þarf meira fjármagn í þetta því að það segir sig eiginlega sjálft að 150 kilometra leið það þarf viðhald. Sums staðar er þetta það er stikað yfir jökla, það er
Þetta er bara, en þetta, ég meina á sínu tíma farið í þetta og þetta umbreytir samfélaginu á Borgarfirði yfir í þetta ferðamanna samfélag sem við höfum núna. Ég meina, ég held að það sem er stór hluti af því að við erum með 2 stöndu hótel á Borgarfirði þessar stikuðu gönguleiðir sem gerir það verkum að það er hægt að fara út allt og það er stuttar og langar gönguleiðir og þúsundir manna að ganga þetta svæði. Þannig að ég vona að okkur beri gæfa til þess að viðhalda þessu, að það verði landvarsla þarna fram og fyrir utan sko það er alltaf þessi, það er ef að viðhald gönguleiðana er ekki sem best, það eykur slysahættu sko. Og við erum búin að, hún er talsvert í svona, og það er alltaf dálítið erfitt þegar að verða slys svona í óbyggðum sko. Og það er svona, ef að við getum dregið úr líkunum á því, þá er það gríðarlega mikilvægt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Finnur Ásgeirsson lokið málsunum, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Svo ekki, þá þessi liðlaðir hér fram til kynningar. Við erum þá komin í liði nr. 14, 15 og 16. Hér erum að ræða fundargerðir byggðarráðs Múlaþings nr. 140, 141 og 142. Ég ætla að mæla þetta skrá til þessum liðum einhver vilja taka til máls. Svo ekki. Og þá þessar fundargerðir laðar hér fram til kynningar. Við erum þá komin hér í liði nr. 17, 18. Fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 138 og 139 og ég ætla að mælandarskrá til þessum liðum einhver vilja taka til máls. Ef svo ekki, þá þetta lagt hér fram til kynningar. Við erum þá komin í liði nr. 19, 20, 21 og 22. Fjölskyldur að Múlaþings, fundargerð nr. 121, 122, 123 og 124. Ég ætla að mælandarskrá til þessum liðum. Það enginn sem kveður sér hljós og þá þetta lagt til fram til kynningar. Við erum hjá með fundargerð ungmennaráðs Múlaþings nr. 36, hér liður 23. Ég ætla að mælandarskrá til þessum lið. Það enginn sem kveður sér hljós. Við erum þá búin að leggja hér alla fundargerðir fram til kynningar og þá komið að fyrstu skýrslu nýs sveitarstjóra, Dagmari Stefánsdóttur. Ég bjóð hana hjartalega velkomna til starfa og gef henni orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, kæru fundamenn, þau eru afsaka röddina, ég náði að næla mér í kvef akkurat í tilefni af fyrsta fundinu mínu. En nú ætla ég að fá að fara svona yfir það helsta sem hefur verið á borði sveitarstjóra frá því að sveitarstjórn kom saman síðast og minnast á það svona sem framundan líka. Þetta er auðvitað stærstum hluta skýrsla frá fráfarandi sveitarstjóra þar sem ég er svo nýtekin við. En hvað starfsmannamál varðar þá hafa verið reglubundnir fundir með sviðsstjórum, hafnavörðum og starfsfólki stjórnsýslu. Þeir hafa bara verið haldnir svona með hefðbundum hætti. Varðandi samstarfsverkefni þá bar þar hæst margir stöðufundir á vegum almannavarna vegna veðurfars þegar almannavarnar ástand skapaðist í síðustu viku vegna veðurs. Reglubundir hefur einnig verið fundað með fulltrúum RARIK og HEF varðandi færslu hitaveitunar á Seyðisfirði yfir til HEF og er sú vinna á lokametrunum. Það var fundað með fulltrúum vegagerðarinnar þar sem kynntar voru fyrirhugaðar breytingar varðandi leiðarkerfi landsbyggðarstrætó og á þessum fundi voru af okkar hálfu gerðar athugasemdir við þá ákvörðun að afleggja almenningssamgöngur á vegum vegagerðarinnar á milli Egilsstaða og Borgarfjarðar-Eystri á þeirri forsendu að þetta skuli núna skilgreinast sem innanbæjarakstur. Af því að þessir kjarnar eru nú innan sama sveitarfélags og þetta er náttúrulega okkar mati og annara sveitarfélaga líka sín sem að vinnur einfallega gegn því að sveitarfélög sameinist og mikilvægt að stjórnvöld bregðist við þessu sem fyrst. Fulltrúar sveitarfélagsins funduðu með nýjum innviðaráðherra þar sem farið var meðal annars yfir okkar áherslumál varðandi samgöngur og svona hvað var það megin áherslu á mikilvægi þess að ráðist verði í framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng og Öxi. Fráfarandi sveitarstjóri fundaði sem fulltrúi í stjórn samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum með nýjum umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem áhersla var lögð á mikilvægi þess að tryggja aðgengi íbúa og stofnana sveitarfélaga að raforku og hún verði á ásættanlegu verði auk þess sem að stjórnvöld beiti sér fyrir því að orkuframleiðsla verði aukin. Núverandi og fráfarandi sveitarstjóri hafa fundað reglulega með fulltrúum samninganefndar sveitarfélaga varðandi kjaradeilu KÍ og sveitarfélaga
Við bindum vonir við að þessari deilu verði fundnar lausnir á sem fyrst og höfum komið þeirri áherslu á framfæri að veitt verði undanþága til að þjónusta fatlaða einstaklinga á meðan á mögulegum verkfallsaðgerðum stendur. En það hefur nú, já, það er náttúrulega breyttust allar forsendur þegar að verkfallin voru blásin af, þannig að við þurfum að sjá hvað verður sem hverju framvindur í því máli. En þá fundaði nýr sveitarstjóri ásamt bæjarstjóra Fjarðabyggðar með nýjum rektor Háskólans á Akureyri þar sem var farið vítt og breytt yfir möguleika á uppbyggingu háskólanáms á Austurlandi og mikilvægi þess að draga betur fram þann fjölmenna hóp sem að stunda háskólanám í fjarnámi á Austurlandi með það í huga að koma á einhvers konar námssamfélagi. Þá var einnig sameiginlegur fundur með fulltrúum frá Múlaþingi, Fjarðabyggð og Vopnafirði með framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins sem var í heimsókn á Austurlandi í gær og fekk hann kynningu á þeim málum sem eru efst á baugi þessara sveitafélaga þegar kemur að uppbyggingu atvinnulífs og innviða og þá var einnig farið þar vel yfir efnahagslegt mikilvægi fjórðungsins. Nú þetta fyrsti sveitarstjórnarfundurinn sem að ég sitt sem sveitarstjóri Múlaþings. Fráfarandi sveitarstjóri mun starfa með mér fram til loka marsmánaðar, hafði því miður ekki tök á að vera með okkur í dag en hann gerir ráð fyrir að taka þátt í fund okkar 12. mars næstkomandi. Mér langar bara að segja að ég afskaplega þakklátt fyrir að fá það tækifæri að starfa sem sveitarstjóri í þessu öfluga sveitafélagi. Þakka trausti sem mér sýnt að vera boðið að gegna þessu embætti og ég vona að ég verði þeirra gæfu aðnjótandi að eiga gott samstarf jafnt við kjörna fulltrúa, starfsfólk sveitafélagsins og almenna íbúa þess. Og ég stefni á það núna fyrstu dagana að heimsækja alla byggðakjarna og líta við hjá öllum stofnunum sveitafélagsins og hóf þessa heimsóknar yfirreið í gær á Djúpavogi þar sem ég var afskaplega vel tekið í þeim stofnunum og fyrirtækjum sem ég náði að heimsækja og þakka bara góða móttökur. Nú á mínum fyrsta degi í embætti þá var 30 ára afmæli bókasafns Héraðsbúa fagnað og það var gaman að sjá kynningu á fyrirhugaðri viðbyggingu við Safnahúsið sem ég hlakka til að sjá rísa. Og þá langar mig hérna rétt í lokin að fá að minna kjörna fulltrúa á að framundan helgina listahátíðin List í ljósi á Seyðisfirði sem nú verður haldin í 10. sinn. Að þessu sögðu mun ég ekki hafa þetta lengra en þakka fyrir góðan fund. Og þá síðasta lið fundarins í dag lokið, lagður hér fram til kynningar og ég sé ekkert að mann búin að slíta fundi.